Já, en hingað eru komið þau Agnes Bragadóttir, blaðamaður, og Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður eins og venjulega á miðvikudag. Velkomin. Takk. Byrjum nú kannski bara á því áður lengra við vindum okkur í kannski stýrivaxtahækkanir og eitthvað fleira skemmtilegt, Agnes. Byrjum aðeins á þessu viðtali sem þú tókst við Björgólf Guðmundsson sem birt var í Mogganum á sunnudaginn. Já. Það hefur nú hreyft svolítið við mörgum og mörgum hefur fundist sem að þetta viðtal hefði ekki átt að birtast í blaði Björgólfs, Morgunblaðinu. Finnst þér eftir að ekki hyggja að þetta hafi verið mistök? Nei, mér finnst það raunar ekki, vegna þess að ég hef ekki fengið efnislega gagnrýni á þetta viðtal. Ég undirbjó mig samviskusamlega eins og ég geri fyrir viðtöl sem ég tek. Mér fannst Björgólfur svara mínu spurningum og ekki víkja sér undan því að svara, og síðan vann ég úr þessu viðtali og mér fannst hann svara vel. Mér fannst ég spyrja hart og stundum kannski gróflega hart af því að þarna var einn aðaleiganda Morgunblaðsins að ræða. En ég fæ ekki séð að það ég refsa manninum fyrir það að vera hluthafi í þarna Árvakri, vegna þess að ég tel að þarna hafi verið fagleg vinnubrögð að ræða og ég hef ekki fengið efnislega gagnrýni á þetta viðtal annað en það þetta átti ekki að birtast og þetta er hneyksli og þetta er bla bla. Hvað segir þú, Sigurður? Þú hefur nú svolítið reynslu af því að eiga og reka fjölmiðla. Hvað fannst þér um þetta? Finnst þér að hann hefði átt að fara að velja sér annan miðil til að tala við? Já, ekkert endilega, en hann hefði kannski mátt koma fram í öðrum miðlum svona beint og eins og til dæmis Lýður í Bakkavör og Jón Ásgeir sem eru óvarðir. Nú reiknaði með að þetta viðtal hafi verið lesið yfir eftir að var tekið, það ekki? Lesið yfir? Af hálfu Björgólfs eða? Jú, hann fékk það til yfirlestra. En því var ekki breytt. Og þá var það það væntanlega blaðafulltrúinn sem lesið yfir og hefur örugglega staðið nær og þegar viðtalið var tekið, sko. Nei, þetta var einn á einn og vertu ekkert með svona aðdróttanir, Sigurður, þú varst ekki í þessu viðtali. Nei, ég er bara að segja að mér finnst það bara líklegt. Já, það er bara rangt hjá þér, ég ætla bara að upplýsa þig um það hér og nú. Og það var margt gott í þessu viðtali, ég var ánægð með það til þess að Björgólfur var sama sinnis og ég inngripið í Glitni. En hins vegar fannst mér svona kannski svolítið billegt hjá honum að vera að kenna þjóðinni þetta og hann fær nú svona gúmmorinn hjá kollega Agnesar í Mogganum í dag í svona lítli grein í miðjublaðsins þar sem að blaðamaður á Mogganum að biðja blaðamenn að hætta þessum viðtölum við forkólfa útrásarinnar. Leiðarinn í Mogganum var líka hafður daginn eftir. Þannig að það er nú svona örugglega tvíbent að skipta skoðanir svona viðtöl, sko. Sérstaklega þegar það er svona verið að reyna að segja að þetta var bara þjóðin sem voru að fyllir í, sko. Sko, mér finnst alveg eðlilegt að það séu skiptar skoðanir svona viðtal. Menn skiptast í fylkingar, en mér finnst hins vegar að svona viðtal eigi að fá sanngjarna gagnrýni og ekki bara segja af því að það birtist í Morgunblaðinu að það sé ómögulegt. Sigurður, þú valdi nú sjálfur að vera í viðtali við Morgunblaðið fyrir 3 árum síðan þegar þú varst að fara frá sem forstjóri Norðurljós og þá valdur að vera í viðtali við mig. Hvers vegna var það? Ég kom í viðtal við þig að þinni beiðni og bara ekkert athugavert við það. Nei, það var ekki alveg þannig. Ekkert athugavert við það. Já, við skulum bara rifja það upp seinna. Mér varst þetta að verða svolítið fjörlegt núna, en ef þið viljið klára þetta mál, þá má ég alveg gera það hér. Nei, við þurfum ekki að klára það núna. En hvað fannst þér fannst þetta viðtal sem þetta ágætt? Ég tók eftir því að þú skrifaðir upp hverja einustu spurningu, að ég gerir ráð fyrir því að spurningarnar voru svo margar í viðtalinu, að þú skrifaðir upp allar spurningar sem þú barst upp við hann. Já, ég skrifaði upp allar spurningar sem ég bar upp við hann. Ég sleppti einni og það var eftir að ritstjóri Morgunblaðsins var búinn að lesa viðtalið yfir þegar það var tilbúið og klárt til birtingar og þá krotaði hann við á einum stað og benti mér á að kannski 400 línum síðar, að því að þetta var 1400 eitthvað lína viðtal. Hvaða spurningu var þetta? Þetta var í sambandi við eignir. Og hann sagði, hann svarar þessu hérna, en svo svarar hann alveg eins hérna. Þannig að þetta var bara editering eða ritstýring og efnislega tapaðist ekkert við þetta því þetta var bara endurtekning. Þetta var eiginlega bara mér að kenna að það var tvíspurt að sama hlutnum og tvísvarað og það var eina sem fór í burt úr þessu viðtali. En er ekki pínu erfitt núna því nú til dæmis að blaðamannafélagið ætlar að halda málþingum það í næstu viku hvar fjölmiðlarnir hafi verið meðan að allt lék í lindi af hverju engar viðvörunarbjöllur hringdu og svo framvegis. Núna virðist að vera þannig að það má eiginlega enginn sem að tengist þessum málum koma í viðtal án svo vera lamin með naglaspýtu í beinni. Nei, það er nú sko, ég meina hvar var þjóðin sko þegar að góðærið var sko. Ég held að hún hafi bara almennt tekið þátt í þessu góðæri og menn voru stoltir af því sem að
þessi svoköllu útrásarvíkingar voru að gera í útlöndum og þeir færðu helling af tekjum inn í þetta land. Svo geta við þetta menn bölvaðum í dag þegar allt komið hér í strand og ætla þeim allan hennan óförnu sko hérna á Íslandi. En það ég get ekki skrifað upp á það sko. Hvað finnst ykkur kröfunum að fá auðmennina heimið í það minnsta eignir þeirra? Er það gerlegt? Nei, það er ekki. Nei, þetta er náttúrulega. Þetta er bara pólitískur leikaraskapur sko. Popúlismi af verstu tegund. Þetta er nákvæmlega sama og öll umræða ofurlaun bankamanna. Þó ég hef sagt hérna daginn sko að það er svolítið mun á því sko hvort þú hefur 400 milljónur á mánuði, hvort þú hefur 400 milljónur á ári eða 60 milljónur á ári. Maður bara að horfa á þetta sko, hásættarhlutur og síldarbát núna sko á mánuði 4 milljónur og skipstjórinn þá með 8. Þá er þetta einhver ofurlaun og alltaf menn að fara að berjast gegn því. En það er ekki svona uppgrip hjá þeim allt árið? Nei, það er heldur ekki alltaf uppgrip hjá bankamönnum. Það er til dæmis alveg fyrir til dæmis hjá Glitni fyrir þetta ára, það engir bónusar. Og það náttúrulega bara uppgrip þar sem bónusar greiddur þegar vel gengur, þannig að menn verða nú svona hætta þessu ofurlauna kjaftaði sko. Sko ég ætla ekki að fara að verja ofurlaun vegna þess að sumir á þessum ofurlaunum þegar það fara að skipta 100 milljóna á ári, það finnst mér þarna úr takt við allan veruleika. En það að ráðherra bankamála skuli koma fram áður en að liggur fyrir nokkuð niðurstaða í sambandi við hvað kemur út úr þeirri rannsók sem allir eru núna sammála eigi að fara fram og búa til einhverja hvítbók, að ætla að fara að krefjast þess að menn sem eigi einhverja eignir í útlöndum að þeir bara komi og skili þeim heim. Hann er ekki eignir þess að sko. Nei, en sko ráðherra bankamála getur ekki talað. Já, en forsætisráðherrann talaði þetta. Já, mér finnst hann ekki heldur geta það. Mér finnst bara að stjórnmálamenn eigi ekki að vera að slá svona fram yfir höfuð. Þetta er svona svipuð umræða og átt sér stað í kringum hafskipsmáli á sínu tíma, að það sem átt að fara að krefast þess að menn eignir teknar af mönnum. Sko, fyrsta lagi það nú að sanna einhverja sekt ef ætti að gera það samkvæmt lögum meðferð opinberra mála. Nú ef einhver á kröfu einkaréttarlegs eðlis, þá getur hann hugsanlega kyrrsett eignir það ef að þessir viðkomandi menn eiga þá einhver eignir sem hættir að kyrrsetja sko. Sem er aftur annað mál. Sem er allt annað mál. Þannig að ég held að þetta er svona til þess að slá ryki í augun á fólki sem er svekkt og sárt yfir það að vera að tapa sparnaði, sem er reyndar búið að segja við þjóðina að allur sé tryggður. Það er eiginlega, og nú er sko reiðin... Kannski ekki allur, það er nú eitthvað sem tapast í peningamarkaðssjóðunum. Já, það er að koma í ljós núna að menn eru að tapa í peningamarkaðssjóðunum, en þá spyrir menn býtu hver var munurinn á þessum innlánsreikningum og peningamarkaðssjóðunum sko. Og það er þetta hluti sem á eftir að leysa úr. En hvernig, að því að Hannes Smárason, hann var náttúrulega þessi viðtali hér í Fréttastöð 2 í fyrrakvöld og hann lýsir því að hann sé tilbúin að koma að uppbyggingunni hérna og Björgólfur Thor segist líka verið til, hann get ekki lagt svona fjö en hann sé tilbúin að hjálpa til. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að þessir menn auðmrendi geti komið hér og hjálpa til við uppbyggingu ef ekki með peningum? Já, ég held við ættum nú að þakka fyrir það ef Björgólfur Thor er til í að koma og leggja okkur lið, því hann er bara búin að sýna þá að sanna, hann er mjög öflugur viðskiptamaður, en ég efast að þjóðarbúinu væri mikill greiði gerður með því að Hannes Smárason kæmi og leiði okkur lið. Ég held að við skoðum bara ferilinn. Já, ég held að það sé nú mjög gott sko fyrir þjóðina ef að þessir menn sem að hafa staðið í fararbroddi, sem heita Sigurður Einarsson, Hreiðar Már eða Sigurjón Árnason, Björgólfur Thor, Jón Ásgeir eða Hannes Smárason, ef þessi menn eru tilbúin að taka þátt í að byggja upp nýtt samfélag hérna, þá eru þessi menn sko flestir mjög vel menntaðir, þeir eru að mikla reynslu, þeir eru að mikil sambönd. Og ef að menn skoða nú Íslandssöguna þá var nú held ég Thor Jensen, afi Björgólfs Thors, ég held að hann hafi verið 3 sinnum gjaldþrota og var stundum ríkasti maður Íslands og stundum fátækasti. Það er bara eðli businessmanna að þeir geta flogið hátt og þeir geta farið mjög lágt. Og ég held að menn eigi bara að fagna því ef þeir eru tilbúinir að taka þátt í að hjálpa okkur í uppbygginguna á nýjan leik. Nú þið voru með frétt áðan, ég held að það hafi verið þið, að Færeyingar hefðu hug á því að koma hingað og fjárfesta í alls konar atvinnutæki. Er ekki Færeyingar bara menn mánaðar? Og ég bara segi, sko, eigum við ekki að bjóða Færeyingar líka velkomna hingað inn í atvinnulífið og koma með ferskt blóð frá Færeyjum og allan þennan góðu vilja. Færeyingar hafa reyndar alltaf reynst Íslendingum afskaplega vel, þeir hafa alltaf rétt fyrstir fram held ég hjálparhönd þegar eitthvað við bjátað á Íslandi, hvort sem verið snjóflóðunum fyrir vestan eða austan. Er þetta ekki vaxtalarslán líka sem ætla að veita okkur? Vestmannaeyjagosið og allstar. Þeir hafa alltaf verið okkur mjög góðir en við lítum alltaf niður á það sko. Nei, við lítum ekki við. Já, það hefur nú ekki verið alltaf
verið talað Færeyinga á Íslandi með þeim sóma sem þeim ber, sko. Ég held að flestum Íslendingum þykir vænt Færeyinga. Ég held að sé bara varla svo Íslendingur finnanlegur í dag sem ekki þykir vænt Færeyinga. En ef við tölum það ekki stuttlega á stýrivaxtahækkunina, því að það kannski bara á þeim nótum að það er svo margt sem að stangast á núna. Nú fyrst kemur fram að þetta sé skilyrði frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, svo kemur Ingibjörg Sólrún og segir þetta er það ekki og Geir segir það sömuleiðis. Það er eins og með bréfi frá Ingibjörgu Sólrún sem hún átti að hafa sendt bresku þingmönnunum og skammaði fyrir að ganga að okkur Íslendingum. Hún segist ekki hafa sendt þetta. Svo er það tilboðin milli Landsbankans og Seðlabankans. Það eru orð gegn orði í þessu Icesave-máli. Er ekki pínlítið skrítið hvað hlutir eru allir fljótandi núna? Jú, það er eiginlega allt mjög fljótandi og ég held að þetta sé allt upplýsingaflæði. Ég held að þetta sé kristallið allt í svona texta sem að Björn Jörundur samdi við lagið Sökudólgur Óskar, sko. Það getur enginn skýrt út hvað er að gera, sko. Það veit enginn hvað er að ske. Eða Bubbi Mortens, ekki bend á mig, segir varðstjóri. Já, en þetta, ég meina, það er sem ég verkir, þú sér í Mogganum í dag, þá segir Guðni Ágústsson að í efnahags- og viðskiptanefnd hafi verið fullyrt að það veri engin skilyrði vaxtahækkun í samningum við Alþjóðabankann. Seðlabankastjóri lét mér að því liggja á blaðamannafundi í gær að svo væri. Ingibjörg Sólrún segir það sé ekki og þá auðvitað velta menni fyrir sér til hversu ósköpun var verið að hækka stýrivexti 50% á einni nótt á Íslandi og ganga nánast frá öllu atvinnulífi dauðu í þeirri vonum að halda hér inni einhverjum erlendum gjaldmiðli, það er að segja að jöklabrifin svokölluðu færi ekki út, þannig að þau fara út hvort sem stýrivextin 12 eða 18% af þeirri ástæðu, það treystir engin íslensku efnahagslífi. Sko, Financial Times fullyrðir í dag að stýrivaxta ákvörðunin og hækkunin 50% að það sé vegna skilmála Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Mér finnst það mjög líklegt að það sé rétt. Vilhjálmur Egilsson var búinn að segja þetta fyrir helgi að það væri krafa hækkun stýrivaxta en það kom honum greinilega óvart hvað þetta var gigantísk há hækkun. En það breytir ekki því að eins og þú varst að segja, Svanhildur, að allt er svona fljótandi og einn segir þetta og annar segir hitt og hvar á maður að höndla stóra sannleik að því að maður veit eiginlega ekki hverju maður á að trúa bara frá klukkustund til klukkustundar. Að ég til að það sé algjört lykilatriði að því að það var verið að láta því liggja núna í fréttum áðan bara ég var á leiðninga, ég man ekki hvort það var útvarpið eða þið þá var fulltrúi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem sagði að það veru íslensk stjórnvöld sem ætti að upplýsa ef þau kærðu sig aðgerða áætlunina sem að þau ætla að hrinda í framkvæmd í sambandi við það ef þau fá lánið og ég segi bara það á ekkert að vera þarna undir þeim komið, þau að vera skylduga að upplýsa okkur að fara að gefa nákvæmar upplýsingar. Ég verð að stoppa ykkur nema það að ég ætla að leyfa þér að koma með örlitla leiðréttingu í lokin. Já, ég bara verð að biðja forseta Alþingis afsökunar því ef ég færi eða hann hefur misskildi mig í síðasta þættin hvað fjölda lagafrumvarp hefur verið samþykkt á Alþingi síðast. Ég sagði 100 en það voru sko á haustþinginu 9 og ég biðja hann afsökunar. Já, það voru 111 er það ekki á þinginu öllu? Já. Akkurat, þá er þessu komið til skila og afsökunarbeiðni og öllu saman. Kæra þakki fyrir komuna.